Það var afráðið að við skildum finnast og snæða saman hádegismat í japönsku veitingahúsi. Þetta var í lok ágúst síðastliðnum, staðurinn var San Francisco og maðurinn séra Octavius Þorláksson. Þegar ég kom að dvalarheimili aldraðra í Martin Luther-turninum stóð hann á tröppunum og beið. Hann hélt á stórum silkipoka í annari hendi, all þungum að sjá, pokinn var grænn og dreginn saman í opið með blárri silkislaufu. Þennan poka afhenti hann mér og bað mig að flytja til Íslands en í honum voru 8 handrit enskar þýðingar á bókum eftir Jón Sveinsson eða Nonna eins og við nefnum hann venjulega. Sagan af handritunum er efni í aðra sögu sem kannski verður einhver tíma sögð en ég ætlaði þessu sinni að segja ögn frá manninum sem afhendi mér þau. Séra Octavius er fæddur 27. maí 1890 í Minnesota í Minnesota en þar var faðir hans fyrsti innflytjanda prestur íslensk lúterska safnaðarins. Hann var aðeins 6 ára þegar foreldrar hans fluttu til Noregs en móðir hans var norsk óperusöngkona og þar hóf hann kornungur nám í fiðluleik hjá móðursystur sinni. Síðar fluttist fjölskyldan til Bandaríkjanna. Fyrstu árin þjónaði faðir hans söfnuðinum í Norður Dakota en flutti síðan til Kanada og settist að í Selkirk í Manitoba fylki en þar var faðirinn prestur íslenska safnaðarins. Octavius var snemma ráðinn í því að gerast trúboði. Hann stundaði nám í Kanada og síðar í Minneapolis en lauk endanlegu skólanámi frá háskólanum í Maywood í Illinois og útskrifaðist árið 1916. Sama ár gekk hann að eiga stúlkuna sína sem hann hafði verið trúlofaður í 7 ár en það var Karolína Kristín Tómas frá Winnipeg en hún var íslensk í báðar ættir. Haustið þetta ár fluttust ungu hjónin til Japan en þar hafði séra Octavius verið ráðinn til kristniboðsstarfa. Til Japan kom settust þau á skólabekk til að læra tungu innfæddra en venja að heimila kristniboðum alltaf 2 ára tíma til tungumálanáms í nýju landi áður en starf hefst. En séra Octavius vildi hefjast handa sem fyrst. Hann gerði sér góða grein fyrir að tungumálið var hinn mikli þrándur í götu og að þolinmæði þyrfti til. En eitthvað var þó kannski hægt að gera til þess að útbreiða kenningu Krists og honum datt snjallt ráð í hug. Hann lét gera sér blævæng sem hann sá að hinnir innfæddu notuðu óspart í hitunum en á blævæng sinn lét hann rita með fögru letri á japönsku orðin Svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Þetta vakti geysilega athygli, en hinn ungi trúboði hann hélt blævængnum hátt á lofti og notaði hann daglega í strætisvögnunum. Stundum lét hann blævængin ganga manna á milli og vakti það mikla hrifningu og nú gafst tækifæri til að hneigja sig að japanskri kurteisi og segja agrigato sem merkir þökk fyrir á japönsku og leið rétt hann fram boðskort að koma og heimsækja nýju trúboðsstöðina. Þannig hófst starfið miklu fyrr en ráð var fyrir gert og áður en hann raunverulega kynni að ráði mál innfæddra. Með árunum hlóðust á hann störf bæði í borg og sveit. Hann tók tónlistina í þarfir kristniboðsstarfsins en bæði hann og kona hans voru ákaflega músíkölsk og höfðu stundað tónlistarnám. Fyrsti fiðlunemandans var sonur nágranna þeirra hjóna sem verslaði með hljóðfæri bæði japönsk og frá Vesturlöndum. Þessi fyrsti nemandi var Shinichi Suzuki síðar varð heimsfrægur fyrir aðferðir sínar við að kenna ungum börnum á fiðlu. Þau hjónin stofnuðu einnig kóra en frú Kristín hafði verið píanókennari og kirkjuorganleikari áður en þau komu til Japan og kórarnir urðu fleiri en 1 og fleiri en 2. Á þennan hátt komust þau í mikil og náin tengsl við fólkið og allt starfið var létt og skemmtilegt.
Þau bjuggu á ýmsum stöðum í Japan, séra Octavius og Karolína Kristín, og á leið urðu trúnaðarstörfin fleiri og fleiri. Hann varð formaður allra byggingarnefnda kristniboðsins og hann segir sjálfur að hann hafi ekki bara verið formaður, heldur hafa hann unnið við byggingar kirkjunnar. Ég messaði á sunnudögum og byggði kirkjur á virkum dögum, segir hann og hlær, maður var alltaf að. Þegar á horfurnar í styrjöldinni síðari urðu ískyggilegri, flutti hann fjölskyldu sína á brott frá Japan. Börnin voru þá orðin 4, 2 stúlkur og 2 drengir. Þetta var í janúar árið 1941 en hann sjálfur var enn stund kyrr og vann öllum árum að því að koma eignum trúboðsins í hendur japönsku kirkjunni. Þannig kom hann í veg fyrir að hernaðaryfirvöld legðu hald á þessar miklu eignir og stuðlaði að því að japanska kirkjan gat haldið starfinu áfram. Þegar þessu var lokið hraðaði séra Octavius hér heim og komst til Hong Kong og þaðan til Kaliforníu mánuði áður en árásinn á Pearl Harbor var gerð. Þá höfðu þau hjónin verið 25 ár í Japan. Fjölskyldan kom sér fyrir í San Francisco og bjóð þar glæsilega uns frú Kristín andaðist árið 1956. Öll þau ár og þar til fyrir 2 árum síðan var hann konsúll Íslands og eins og hann segir sjálfur þá skýrðan, fermdi, gifti og gróf fjöldan allan af löndum okkar búsettum við flóan og víða á vesturströndinni. Öll þessi ár hefur hann einnig haft mikinn áhuga á málefnum japansks fólks og þjónað því á ýmsa lund, en fjöldi Japana býr á þessum slóðum. Í San Francisco er ekki bara kínversk borg eða borgarhluti, Chinatown, sem er algerlega sjálfstæð borg og fáum mun koma í hug annað en að þeir séu á kínverskri grund þegar þeir ganga þar götur. Nú er einnig risin japönsk borg eða miðstöð í hjarta San Francisco. Fyrstu Japanirnir komu til vesturstrandarinnar 1860 og nú eru búsettir í San Francisco 12.000 Japana. Það var raunar ekki fyrr en eftir jarðskjálftana miklu 1906 að Japanir tóku að setjast að í San Francisco í stórum hópum. Þeir bjuggu yfirleitt í sama hverfi og héldu saman og á þeim stað sem áður voru lágreist hús og lítil fjörleg er nú risin japanska borgin og menningarmiðstöðin. Það var upp úr 1960 að tekið var til að undirbúa þessar framkvæmdir. Japanska menningarmiðstöðin nær yfir 5 ekrur lands og kostaði 15 milljónir dala að reisa hana. Hér eru hótel, ótal verslanir af öllum gerðum, leikhús, kapellur og kirkjur, japönsk böð og allt sem nöfnum tjára nefna og hér er líka friðartorg, geysi fagurt með 135 feta háum turni sem er vinargjöf frá japönsku þjóðinni. Að sjálfsögðu völdum við japanskan matsölustað Suehiro í Póstgötu sem var opnaður fyrir 4 árum og þykir einn með þeim betri af þessu tagi. Hér var séra Octavius komin heim til sín. Móttökurnar voru konunglegar, þjónustuliðið snerist í kringum hann, japanskan hljómaði í eyrum mér eins og fuglakliður en ég reyndi bara að brosa og hneigja mig og sína með handapati hve góður mér þætti maturinn. Þeir sem snætt hafa japanska mat þekka allar þessar litlu skálar og alla smá réttina sem hver er öðrum betri. En það er ekki vandalaust að borða við svona kringumstæður ef rétt á að vera. Þetta megið ekki snerta strax, sagði hann. Allt varð að vera rétt og við fengum góða tilsögn hjá séra Octaviusi að snæða upp á japanska vísu. Hvað haldið nú að þetta sé, spurðan leið og hann dýfði skjanna hvítum bita ofan í ídýfu gómsæta mjög. Enginn gat giska rétt. Þetta var loðna og sennilega komin alla leið frá Íslandi til Japan og svo þaðan til San Francisco. Þvílíkt lostæti.
Og þetta notið þið heima í beitu, sagði séra Octavius og hló. Þegar við höfðum skoðað okkur í þessari glæsilegu miðstöð Japana í Kaliforníu, héldum við heim til Margrétar, dóttur séra Octaviusar og manns hennar, en þau eru bæði kennarar og búsett út við hafið. Hér ætla ég að reyna að hljóðrita stutt spjall við séra Octavius, en árangurin varð ekki sem skildi. Samt ætla ég að lofa hlustendum að heyra rödd hans. Ég spurði hann nonna sem hafði heimsótt hann í Japan árið 1937. Hann sagði mér margt skemmtilegt frá þeirri heimsókn og gaf mér fréttatilkynningu sem send var út við komu nonna til Tókíó. Þessi fréttatilkynning sem dagsett 21. mars 1937 hljóðar á þessa leið. Í fyrirsögninni stendur: Íslenskur rithöfundur í hnattferð í heimsókn hér. Jón Sveinsson, H.C. Andersen okkar tíma mun halda fyrirlestra í Tókíó. Hann ritaði fyrstu bók sína 56 ára gamall, hefur farið víða heim og nú vilja japanskir útgefendur fá rétt á þýðingum á verkum hans. Síðan heldur áfram. Jules Verne sá heiminn á 80 dögum en ég sé hann á 80 árum. Þetta sagði jesúítapresturinn séra Jón Sveinsson í gær. Bækur hans hafa verið þýddar á 30 þjóðtungur og hafa notið geysilegra vinsalda í heilan mannsaldur. Jón Sveinsson sem Íslendingur þekktur í Evrópu sem H.C. Andersen okkar tíma og í New York hefur hann verið líkt við Mark Twain. Bækur hans fjalla aðalega æsku ævintýri hans og yngra bróður hans, Ármanns, þegar þeir meðal annars lentu í hafvillu á bátkænu. Það gerðist árið 1868 en sú bók var gefin út í Þýskalandi og síðan var hún þýdd á margar tungur. 12 bóka séra Jón Sveinssonar hafa selst í yfir 6 milljónum eintaka. Og af síðustu bók hans sem var gefin út í Þýskalandi fáum vikum áður en hann lagði af stað í þessa langferð seldust 5.000 eintök á 2 dögum. Jón Sveinsson hefur fengið aragrúa boða að halda fyrirlestra og segja frá lífi sínu í fjölmörgum löndum. Sem stendur hefur hann lokið að flytja 4.400 fyrirlestra í Evrópu. Þegar ferðin til Austurlanda kom á dagskrá og engir sjóðir voru tiltækir, ákvað hann að þiggja sum þessara boða og gera ferðina á þann hátt mögulega. Hann fór fyrst til Englands og sigldi síðan þaðan til Bandaríkjanna. Þar dvaldi hann í 4 mánuði og flutti fyrirlestra víðsvegar land. Kanada var næsti viðkomustaður en þar á hann ættingja. Frá Kanada hélt hann til vesturstrandar Bandaríkjanna og dvaldi 2 mánuði í San Francisco. Þaðan sigldi hann svo með skipinu Chichibumaru til Japan og hingað kom hann á 5. daginn var. Jón Sveinsson hefur lifað atburðaríku lífi. Hann fæddist í litlu þorpi, Akureyri. 12 ára gamall var hann sendur til Frakklands til náms á kostnað auðugs kaþólsks aðalsmanns. Hann stundaði nám í jesúítaskólanum í Amiens og tók þar vígslu. Eftir vígsluna var hann sendur til Danmerkur og á næstu 25 árum starfaði hann í Sviss, Austurríki, Ungverjalandi, Tékkóslóvakíu, Hollandi, Belgíu, Þýskalandi og fleiri löndum Evrópu. Jón Sveinsson hóf fyrst að skrifa bækur 56 árað aldri en eftir það hefur hann haldið áfram ötullega. Hann nú áttræður, mjög og fullur orku eins og þessi hnattferð ber vottum. Á meðan hann dvelur í Tókíó mun hann verða við Jokki háskólan. Hann að undirbúa fyrirlestra sem hann mun flytja við ýmsa háskóla hér og hann sagði frá því að japanskir rithöfundar hefðu spurst fyrir rétt til þýðinga nokkura bóka hans á japansku. Þannig lýkur þessari fréttatilkynningu sem gefin var út í Tókíó 21. mars 1937 og eintakið sem séra Octavius gaf mér fer nú norður í nonnahúsið á Akureyri. Séra Octaviusi hefur verið sýndur margvíslegur sómi. Hann heiðursmeðlimur erlendra konsúla og borgarstjóri San Francisco valdi hann til þess að vera einn af fulltrúum borgarinnar í heiðurs heimsókn til Osaka á
á heimsýninguna en Osaka og San Francisco eru vinaborgir. Ég var eini maðurinn úr prestastétt, sagði gamli maðurinn og brosti, hitt voru allt businessmenn. Í þessari ferð árið 1971 heimsótti hann flestar þar byggðir sem hann hafði þjónað sem trúboðsprestur og hitti meðal annars mannin sem hann skýrði fyrst til kristinnar trúar í trúboðsstöðinni í Nagoya. Margvíslegur heiður var honum sýndur í þessari ferð og þökkuð fyrir störf. Árið 1969 giftist séra Octavius aftur og býr nú með þeirri konu, Líf Oddsson, sem fædd Östlund, í Martin Luther turninum sem dvalarheimili aldraðra, rekið af Markúsarkirkjunni í San Francisco. Hér gengur hann undir nafninu Faðir Þór og áræðanlegt að hann ekki neinn venjulegur dvalarheimilisgestur, heldur sálusorgari og vinur fjölda fólks og má nærri geta að gott muni vera að leita til slíks manns þar sem fyrsta boðorðið og hefur alla tíð verið að þjóna öðrum og starfa samkvæmt kenningum Krists. Gamli skólinn hans í Minnesota hefur einnig heiðrað hann, en það Gustaf Adolfus háskólinn sem gerði hann að heiðurs meðlimi stofnunarinnar fyrir langa og dygga þjónustu í þágu trúboðs og kirkju. Nonni var einhver allra elskulegasti maður sem nokkurn tíma hefur komið í heimili mitt, sagði hann þegar ég spurði hann nonna og kynni þeirra. Við skulum nú heyra örstutta frásögn hans sjálfs af því þegar hann hitti nonna í Japan. Það var einn dagur, við vorum þá komnir í Tókjó, við höfum verið þá í Japan í mörg ár og ég var komin til Tókjó. Þar var ég lengst, 15 ár í Japan. Og var inn í skrifstofun mínu og lesa morgunblaðið, japanska blaðið. Og þá sé ég dálka þar sem að það íslensku prestur kominn til Japan, til Tókjó og var þar á katólska háskólan og ætlaði að ferðast Hann hafði verið á ferðaferð í Ameríku, frá New York og alla leiðina vestur, þangað til hann kom til Japan. Ég las þetta í japanska blaði og þegar ég kem inn, þegar ég fyrir inn til morgunmatinn, þá segi ég við konan mín og börnin, ég hef rétt frétt þetta að íslensku prestur hérna komin til Tókjó. Og mjög langar nú til að fara strax í kvöld, með lestinni nattkvöld. Í þá daga var það löngferð frá það sem ég bjó í Kyoto og til Tókjó. Så ég sagði mér fjölskyldun mínu, ég ætlaði að fara kvöldið, fröylestur og ætlaði að síma trúboðin okkar sem stóð fyrir okkar lúterska presskólan. Så ég sagði honum frá þessi prestur sem var staddur á katólska háskólan. Eftir morgunmatinn vildi ég fara þangað. Hann var forseti okkar prestaskóla í Tókjó og katólska háskólan var það sem nonni var. Så við fórum þar á þeirra pressetri og maður kemur til dyrnar. Ég segi hver ég og gerðum kunnugu manni sem var með mér og þau kannust við hvert öðrum frá guðfræðis. Så hann tók oss inn á herbergið þar sem nonni var. Já. Så kem ég inn til nonni, tek í hendunum á hann og hilsar honum á íslensku. Hann var svo alveg, mikil ósköp. Til að gera lengst, við vorum þar lengst fram eftir hádegið, bara með honum í herbergi. Så sagði hann hvar ég byggi og átti heimili, kona mín og fjölskyldan. Så það var nokkuð langt söður, sér þetta Tókjó og Kobe nokkuð langt, fleiri 100 mílur söður. Så þegar við kvöddust þá sagðist hann að við verðum að hittast því ég kem söður á við. Så það var svoleiðis var það þegar þeir voru ráðstafa ferðalagið hans og hingað þangað katólskarni. Þá þegar hann á að fara til Kobe, þá lætur hann mig vita. En þegar hann kemur í bænum og presturinn ætlar að fara með honum,
á katólsku japanska heimili. Stórkostleg heimili. Katólska kirkjan rík og ríkt fólk katólski líka. Så þeir ætla að koma inn fyrir á þessum fallegu heimili japanska. Hann segir, I stay by my countrymen. Hjá landsmennu sínum. Katólsku prestarnir þurftu koma með það til mín. Og hann hélt til hjá okkur. Ég fór á hverju einsku morgni með honum til kirkjuna, í katólsku kirkjuna sem byggt af frönskum í Japan, í altarisgöngu. Svo kom hann aftur, þeir fór fram og tilbaka með honum. Já, svo var það út úr þessu að ég var hans túlkur, sérstaklega túlkur hjá katólskum. Ó, það var svo gaman. Og það er áreiðanlegt að það hefur ekki verið erfitt fyrir séra Oktavíus að túlka, annar eins málamaður og hann er. Hann hefur lært 13 tungur og kendi lengi bæði hebresku og grísku við prestaskólan og latínu las hann mikið hér áður fyrir. Séra Oktavíus er nú komin yfir áttrætt. Hann ber aldurinn vel og engum blandast hugur að hann hefur verið mikið glæsimenni. Hann er glaður og skemmtilegur í viðræðum, gerir að gamni sínu menn og málefni og á ákaflega létt með að halda uppi samræðum. Það er auðvelt að gera sér í hugarlund að þessi maður muni hafa sópað að sér fólki með persónutöfrum sínum á yngri árum. Við gætum haldið áfram þangað til kýrnar koma heim, sagði hann og hló þegar við stóðum upp frá kaffiborðinu hjá dóttur hans Margréti og slítum talinu. Og það er alveg víst að séra Oktavíus hefur lifað svo ríku og margbreytilegu lífi að hann hefði getað sagt langa sögu, miklu lengri en þetta stutta spjall gefur til kynna ef tími hefði verið til. Þú hefur auðvitað hugsað þér að eyða 11 árunum hér í veðurseldinni við Kyrrahafið, sagði ég í lokin. Hann skelli hlær. Ellinni? Ég er ekki nema 82 ára, er ekki nægur tími til að tala ellina. Mikil óskup, það fer vel mig hérna, börn, barnabörn, góð kona, vinir og kunningjar, en vel gæti ég hugsað mér að eyða síðustu árunum á Íslandi. Mig furðar á ást þessa gamla manns til Íslands, lands sem hann hefur aðeins tvisvar heimsótt á allri sinni löngu ævi, en finnur til ættarbandana á ótrúlega sterkan hátt. Þegar ég kvaddi hann, bað hann mig að skila kveðjum í allar áttir, austur og norður, suður og vestur. Ég bið kærlega að heilsa öllum sem muna mig. Hann klappaði mér á báðar kinnar. Mundu það væna mín, ég bið að heilsa.